mótornum sem verður fyrir próf 2 í 2A. Þá vorum við að tengja og ræsa 3 fasa skammbrunsmótor og þá erum við með mælingu á viðnámi í vögunum, allt saman 4,5 ohm í öllum vögunum og þarna lágu vöfin á milli merkinga U1, U2, 1VAF, VAF1, VAF2, 12VAF1, 12VAF2, þarna lágu vöfin á milli. En svo var mældur ræsistraumur í þrítengingu og við sáum kannski 14,4 ampere en hann náttúrulega mun meiri. Hann 6-faldur málstraumurinn, sem sagt 49,2 ampere. Þetta er einingaráð allt saman hérna. Þannig að alltaf að muna eftir að hafa einingarnar. Þannig að það við beina ræsingu í þríhyrning. Það 6-faldur málstraumur. Síðan ampertöngin, hún það hægt mælitæki að nær ekki að mæla ræsistraum. Það ástæðan fyrir þessu. Svo mældum við fasaspennu og aðalspennu, sömu spennuna og reglan í þríhyrningstengingunni að það sama aðalspenna og fasaspenna, þess vegna hlutfallið 1. Og það var það sem við sögðum í ályktuninni hérna. Og síðan var stjörnuþrýt sofinn tengdur og ræsistraumurinn hann fékkst þarna 18,7 ampere og í rauninni það hægt að reikna hann út. Þá það ræsistraumurinn, hann lækkar niður í 1/3 með við beina ræsingu í þrítengingunni. Þannig að þetta þá við fáum hérna þannig að hlutfallið milli ræsistraums í stjörnu og í þríhyrning sem sagt að hann lækkar niður í 1/3 í stjörnu tengingunni, ræsistraumur. Það nú aðalmálið í þessu og þegar við skiptum snúðningsátt þá í rauninni fer hann bara í ræsistrauminn. Það ekki það, hann kannski hoppið langt yfir en við vitum það ekki kannski alveg því að við höfum ekki séð þetta á sveiflusjá. Getur verið þetta farið aðeins yfir ræsistrauminn af því að við erum að snúa hann við. Hann fyrst á hinni snúningsáttinni þegar við snúum snaranum og meðan hann á fyllri flegiferð í aðra áttina, svo vísla maður fösum með handvirkarsnaranum. Þá þarf hann að bremsa sig af og fara svo úr stoppi yfir á hina snúningsáttina. Það getur verið að fari allavega tekur hann ræsistrauminn í skiptingunni. Og síðan var reiknað út málvægið, vægið við beina ræsingu og vægið, sem sagt ræsivægið í stjörnutengingunni. Og þá við með fyrst málvægið 26,5 Nm á þessum 4 kW mótor og þá getum við reiknað út ræsivægið við beina ræsingu. Það stöðullinn 2,7 sinnum málvægið. Þá fáum við þarna 71,6 Nm. Það var fært inn hérna til hliðar, 71,6 Nm. Síðan deilum við með 3 vegna þess að straumur lækkar niður í 1/3, þá lækkar líka ræsivægið í stjörnutengingunni niður í 1/3. Og þá deilum við bara með 3 upp í 71,6 Nm og fáum 23,87 Nm. 23,87 Nm sem ræsivægi í stjörnunni. Ok. Þannig að þarna líka hlutfallið 1/3 á milli þessara stærða. Þá það næst að hafa tekið mótor númer 15. Hann var 2,2 kW og við þurftum að tengja hann í stjörnu vegna þess að við vorum með 400 V spennu í tenging og þá var vægið mælt á honum og þá reiknum við 36,2 Nm, notum við formúluna kraftur sinnum armur sinnum
þyngdarhröðun, það er sem sagt 9 kíló og sinnum 0,41 metrar, sinnum þyngdarhröðunin 9,82, 36,2 newtonmetrar var ræsivægið. Ef við reiknum okkur tilbaka í málvægið þá getum við deilt með 2,4 sem er í töflunni frá framleiðanda og þá passa 15 newtonmetrar við töflu frá framleiðanda. Og ræsistraumurinn var 30 ampere og ræsivægið var 36,2 newtonmetrar sem fært var til hliðar. Mótor sem er merktur 230 volt / 400 volt, hann þarf að vera þríhyrningstengdur við lægri spennuna 230 volt en stjörnutengdur við 400 voltin hærri spennuna. Ef að mótorinn væri merktur 400 / 690 volt þá er þríhyrningstengingin við 400 volt og stjörnutenging við 690 volt. Þá fær hann sömu fasaspennuna og hann var með í þríhyrningstengingunni, þannig að þetta er allt í lagi fyrir mótorinn. Af því að 690 deilt með rótina 3 er 400 volt. Og svo hefur við hérna hvernig á spennumerkingin að vera, hann á að ræsast með stjörnutengingræsi við 400 volt net. Það þarf að vera merktur að minnsta kosti 400 / 690 volt eða eitthvað á þá áttina. Það er líka til eldri spennumerkingar á þeim. Nú, hvenær er ID-ræsi notaður? Þegar þarf að minnka ræsistraum og sérstaklega mótornir eru mjög stórir og þegar er lítið allavega undir 50% lestun í ræsingunni þá er ID-ræsir notaður. Hve hár verður ræsistraumur með skammstöðsmótors miðað við málstraum? Hann verður 6 til 7-faldur málstraumur. Það verður 6 til 7 sinnum stærri heldur en málstraumur. Og tilfellið þar sem ekki er hægt að ræsa skammstöðsmótor með stjörnutengingræsi er að ef að lestunin er meira en 50% í ræsingunni eða ef að spennumerking mótorsins er of lág. Þetta var skýrsla 2a. Svo þegar við tökum næstu skýrslu hérna þá tökum við 1c, þar vorum við að tengja upp mótor við net með 2 start- og stopprófum og 1 segurófa. Það var þessi segurófi hérna og yfirráðsvörnin, hún var tengt hérna og við prófuðum yfirráðsvörnina. Með þessum hérna þá er hægt að ræsa hvort sem er niður í vélarrúmi eða upp í brú, til dæmis frá einhverjum 2 stöðum sem sagt. Svo að þessum eru 2 stopprófar hérna og 2 startrófar. Og hjálparsnertan er hérna til hliðar, hliðtengt yfir startrófana, merkt 13 og 14 og svo eru hérna snertur úr yfirráðsvörninni sem að gefa annað rúastrauminn að segulspólunni ef verður yfirráðað, svo hinn gefur út á kömurljós. Svo er það atriði úr hinum, það er 2b. Ef það var álagstilraun, þá tengdum við hann í þríhyrning, við settum álag á hann, 14,7 var málvægið, skiptum við því niður, skrikunin jókst í snúningum á mínútu, alltaf jafnt og þétt og nýtnin hún hérna fór svona upp náttúrulega og svona við miðbyggið þá var hún svona þokkaleg, það við 2 síðustu mælingarnar er núna svipuð, en næst síðustu mælingin hún gaf okkur góða nýtni og svo í lokinn þá hérna settum við upp 2 vektormyndir við lítið álag og svo við fullt álag og við sjáum við fullt álag þá minnkaði fasvíkið, raunafstöðullinn stækkaði og þannig að það er alveg það sem við gerðum í því verkefni og þá er sennilega bara 1 skýrsla eða 2, það er færibandið
og við vorum með svona 2 öryggissnertur í því sem við þurfum að muna eftir til að koma í veg fyrir skammhlaup. Og í kraftrásinni þá sjáum við það að hér gefa þessi segulrófar sitt hvora fasaröðina inn á mótorinn. K1 gefur okkur L3, L2 og L1 inn á mótorinn, en svo ef að snúum við snúðsáttinni þá gefur K2 okkur L1, L2, L3. Þá fer hann í hina snúðsáttina, mótorinn, og snýr bandinu í hina áttina. Og þannig að þá eru þessar víxlsnertur sem að koma í veg fyrir að verði skammhlaup. Þessar víxlsnertur sem eru hérna K2 og K1 sem er fyrir ofan segulspólurnar. Og sjálfheldurnar, þær eru hérna merktar 13 og 14 yfirleitt og 43, 44, þetta gefa samband inn á ljós. Og þannig að það var aðalega það sem við vorum að spá í varðandi færibandið. Var ein æfing eftir að rétt að minnast á, það var stjörnuþrísræsingin, að þar vorum við með sjálfvirkan stjörnuþrísræsi sem að skipti frá því að vera fyrst í stjörnutengingu yfir það að fara í þrítengingu. Og hérna sjáum við ekki kraftrásin alveg strax, hérna er kraftrásin, og sjáum við að K1 og K2 koma fyrst inn, svo fer K2 út og K3 kemur inn í staðinn. Og hér er yfirráðsvörnin staðsett í fasastraumnum, þess vegna þurfum að stilla yfirráðsvörnina á málstraum mótorsins deilt með rótinni af 3. Það er það aðalega þau atriði sem við þurfum að vita fyrir þetta, og það eru 2 aðferðir sem við þurfum að vita fyrir þetta próf sem eru til þess að ræsa svona 3-fasa mótora. Það er þessi ræsing, stjörnuþrísræsingin. Hún lækkar spennuna til þess að minnka ræsistrauminn, og við höfum líka mjúkræsingu. Mjúkræsirinn, hann lækkar spennuna til þess að minnka ræsistrauminn. Þannig að sameiginlegt með þessum 2 aðferðum er að það er lækka spennuna til þess að minnka ræsistrauminn. Og svo náttúrulega við varðandi fleiri mótora, þá erum við með pólskipta mótora sem að gefur okkur mismunandi snúningshraða, og síðan vísa ég bara í fyrra myndbandið fyrir hin atriðin varðandi einfasa mótorana. Annars gangi ykkur bara vel og takk fyrir í dag.